segir afsögn hafa verið eina valkostin í máli þingmanns flokksins sem nú hefur játað að hafa sóst eftir því að kaupa vændi. Hann náttúrulega hætti við, hann náttúrulega gerist sekur að hætta við kaupa vændi en ok. Hann sagði af sér þingmennsku eftir að honum var tilkynnt að fjalla yrði málið. Formaður Viðreisnar segist vonsvikinn vegna málsins. Það er eitt líka fyndið í þessu það er alltaf að þetta er fyrir 14 árum eða eitthvað sem að hann hættir sem sagt við vændiskaup og það er talað eins og þetta sé eitthvað maður var að sjá viðtöl við Viðreisnar fólk sem var já nú var hann bara að taka utan fjölskylduna og það er bara allir að vera miður sín yfir svo ég bara, guðminn, akkur er þetta alltaf svona dramatíst, þetta er þetta er ekkert mikið snild og ég veit ekkert hver baksagan af þessu en maður hugsa með þessi bara hvað er í getum við ekki alls samt andað eins og rólega og þá segir Drífa líka eigum eftir að sjá hvort að Guðmundur bæti upp fyrir hegðun sína. Það er að segja hún er ánægð að hann segir upp sem þingmaður og að einhverju leyti þá hef ég gert ráð fyrir því að það væri að taka ábyrgð en nei þá hann eftir við erum eftir að sjá hýðinguna sem að einhver ábyrgð sem er aldrei skilgreind, það veit enginn hvernig það á að líta út eða hvernig það á að vera en við ætlum að halda fram að hýða hann og minna hann alltaf á en þú átt eftir að gera upp málið þitt alveg og Hálsbyrð geti hann spurt á móti það var bara ágætt að spyrja hvernig myndi Guðbrandur Einarsson geta tekið ábyrgð á þessu máli, hvað myndi það þýða, hvernig myndi það líta út hver er þið framvinda þess að hann myndi taka ábyrgð á þessu máli og hvort hann myndi sýna það, hvort hann myndi bæta upp fyrir hegðun sína. Að sjálfsögðu vita það allir að það er ekki til svo uppskrift þar sem að þú myndir svona friðþægja það fólk sem að helst hefur náttúrulega verið að tala þessi mál. Það er náttúrulega stórkostlega einkennilegt alltaf í þessu, það er alltaf verið að tala að karlmenn og mann eftir þessi kringum MeToo að sjálfsögðu svo umræða svolítið horfin. Það var alltaf verið að tala já, hann þarf að bæta upp fyrir hegðun sína, hann þarf að gera þetta, hann þarf að gera þetta. Svo gera hann það og þá er alltaf, já, nei, við þurfum að sjá samt hvort hann sé raunverulega tilbúin að axla ábyrgð og hann, já, ég er mitt. Þetta snýst ekkert ábyrgð, þetta snýst völd. Þetta snýst völd á umræðinni, þetta snýst það að þú getir í rauninni kúað hann til hlýðni og hann sé alltaf einhvern veginn undir þumlinum á ykkur sem að segist vera betri en aðra fólk og þetta flekklausa fólk allt sem að